þá er það málefni 17. Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum frá síðasta fundi bæjarstjórnar. Ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara yfir það allra helsta í verkefnum mínum síðustu vikna. Umfangsmesta verkefnið er það sem rætt var hér fyrr á fundinum, þar fjárhagsáætlun. En hún hefur nú verið samþykkt og ég tel að við séum að gera bara nokkuð vel. Og ég vil óska ykkur innilega til hamingju með það að vera búin að klára fjárhagsáætlunina. Þetta er stærsta verkefni ársins og það er alltaf ákveðin feilleiki sem fylgir því þegar þessari vinnu er lokið. Það hafa allir lagt sig fram, bæði bæjarfulltrúar og starfsmenn, og það er vandað til verka við að leggja línunar fyrir næsta ár. Þannig að til hamingju. Briony Matthew sendi Bretlandskomingað í Ráðhúsið ásamt því að heimsækja Giljaskóla, en 3 nemendur skólans unnu til verðlauna í teikni samkeppni breska sendiráðsins og þetta var hér fyrir rúmum hálfum mánuði síðan sem Briony kom hingað til okkar. Nú, auðlindin okkar var yfirskrift á fundi sem ég stjórnaði í Hofi, en hann var 1/4 fundar sem skipulagðir voru af matvælaráðuneytinu og fóru fram á landsbyggðinni og þau höfðu þann tilgang að greina áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi. Fundurinn var mjög vel sóttur og bæði af heimafólki og hér úr nágrenninu, en líka komu menn fljúgandi að sunnan til þess að taka þátt í umræðanum hér. Ja, þeir voru heldur ósáttur við það að það hefði ekki verið haldinn fundur og þeirra heimasæði þannig að þeir ákveða að fljúga til okkar. Og meira sjávarútvegsmálin, en mér var boðið í heimsókn til útgerðarfélags Akureyringa og átti þar góðan fund með stjórnendum og skoðaði vinnsluna. Ekki það ég hef svo sem komið þangað áður, en það er alltaf gaman að koma og fylgjast með vinnslunni og sjá hvað er margt gott þar í gangi og hátæknivædd vinnsla sem þar er og já, eitt stærsta fyrirtæki sem er hér á Akureyri. Nú, sorpmálin hafa verið nokkuð fyrirferðarmikil á fundum síðustu vikna, en eins og þið vitið þá býður okkar stór og mikil áskorun í þeim efnum. Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis fagnaði 70 ára afmæli nú á dögunum og hélt af því tilefni velheppnað boð í Hofi, þar sem voru flutt fræðsluerindi, en einnig afhentur 5 milljón króna styrkur til félagsins frá miklum kjarnakonum sem standa að dekurdögum. En þetta er sameiginlegt átak allra bæjarbúa að styðja við Krabbameinsfélagið og þær hafa staðið fyrir þessu Vilborg Jóhannsdóttir og Inga Vestmann af miklum krafti og vilji nota tækifærið og þakka þeim fyrir þeirra vinnu og framlag til samfélagsins sem er algjörlega ómetanlegt og til mikillar fyrirmyndar. Nú, ég átti fund með danska sendiherranum Kirsten Gillan í sendiráðinu í Reykjavík fyrir viku síðan og hún kom síðan til okkar þegar ljósinu voru tendruð á jólatrénu á Ráðhústorgi, sem kemur að þessu sinni úr bæjarlandinu og er markmiðið okkar að minnka kolefnissporið, en við höldum samt sem áður fast í vináttusambandi við Ranners, vinabæ okkar, þrátt fyrir það að tré berist ekki lengur þaðan. Þeir ætla sér að gróðursetja tré í lundi hjá sér og við ætlum að gera slíkt hið sama. Þetta er falleg hefð, en hún þarf að taka breytingum rétt eins og tíminn. Og ég held að þetta sé mjög farsæl og góð lausn og tréð er náttúrulega alveg einstaklega glæsilegt. En þetta er náttúrulega gamall arfur frá því að það voru ekki til nægilega stór jólatré á Íslandi að þau voru flutt inn. Nú, það var ánægilegt að taka á móti mennta og menn á barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni sem kom hingað norður. Og við fundum hér í Ráðhúsinu og einnig var afar velheppnaður fundur í Brekkuskóla ný farsaldarlög. Og það var alveg sérstaklega gaman að heyra hvað fólkið okkar hjá Akureyrarbæ er raun og veru búin að gera mikið þrátt fyrir það að innleiðing laganna sé stutt og veg komin í íslensku samfélagi. Nú, árlega ljósaganga sem er hluti af 16 daga alþjóðlegu átaki gegn kynbundnu ofbeldi fór fram 1. desember og var ég beðin að leiða gönguna ásamt Páleyju lögreglustjóra
og þetta var sérlega falleg og tákgræn stund fyrir málstað sem hörmulegur og skapar gríðarleg vandamál í okkar samfélagi og samfélagsmein sem þarf að reyna að gera allt til þess að útrýma. Sama dag var síðan úthlutun og menningar- og viðurkenningarsjóði KE en þar var 20 milljónum úthlutað til samfélagsmála, íþróttamála og menningarmála og til afreksfólks. Og mér langar til þess að hrósa KE fyrir þetta árlega framtak og þetta skiptir þessa einstaklinga og félagssamtök og félög gríðarlega miklu máli að fá styrki frá KE og þetta hefur að segja í þeirra starfi og þeirra verkum. Þannig að ég vil þakka þeim kærlega fyrir að styðja svona myndarlega við bakið á fólkinu okkar. En ég ætla að láta þetta duga í bili enda fundurinn orðinn langur. Við þekkum bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur fyrir góða yfirferð. Eftirtaldar fundargerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslu fundur byggingafulltrúa 16. og 24. nóvember og 1. desember 2022, bæjarráð 17. og 19. nóvember og 1. desember 2022, fræðslu- og lýðheilsuráð 21. nóvember 2022, skipulagsráð 23. nóvember 2022, umhverfis- og mannvirkjaráð 15. nóvember 2022 og velferð 23. nóvember 2022. Hægt að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Hann segir fundi slitið 18:26.